Já, góðan daginn skákmeistarar. Nú fer sennast eitt til Reykjavík skákmótið og hlust margir sem komin með fiðring í puttana. Já, og ég ætla að kynna hérna einn variant sem ég kýs að kalla kryddaðan chicorin afbrigði í spanskuleik. Það er svona smá blæbrigðamunur á þessu afbrigði og hefðbundnum chicorin afbrigði. Ok, við byrjum ballið. Það er bara Spánverji, hefðbundnir leikir, biskop E7 og riddari A5. Það er upphafið af chicorin afbrigðinu sem er nú vel þekkt. Biskop C2, C5, D4. Sem sagt, við býðum aðeins með að hrókera í þessum variant. Ég ætla að byrja á D4, svo ætla ég að fara í D3 og svo H3. D4, þá er best bara að drepa á D4, biskop G4, þá leppum við náttúrulega hérna drottninguna og setjum press á D4-piði. Nú hvítur á nokkra leiki hérna, hann getur drepið á E5 og hér sjáum við planið hjá svörtum með riddari C6 og riddari D4. Hrókering og þetta er C4 hérna ef hann leikur biskop E3, nú hrókur D1, drang C7, hótum B4, biskop D3. Ég ætla bara að fara svona nokkur hatt yfir þetta, hvernig getur telst. Og hér er til dæmis ágætisleið bara að fórna piðinu tilbaka og fórna piðinu og svartu fær alltaf þetta mótspil á svörtu reitanum, mislitaði biskupar. Fínt, alveg fínt spil sko. Nú D5 er annar leikur, þá tökum við náttúrulega CSS reiturinn á rittarunum. Getur telst eitthvað með svona, biskop D7 og rittarinn verður að drang B8 er viðprófunarverki. Erum semst að fara undirbúa hrókur C8. Svo getum við átt augun opið fyrir biskop D8, biskop B6 tilfæringum. Og erum náttúrulega með C-línuna hérna, riddari C5. Við sjáum hérna biskop D8, biskop B6 getur verið næstu leikir. Ég sé ekki neina sérstaklega hættu á kongsvang. Svartur stendur síst lagar. Nú riddari D2 er annar leikur, riddari C6. Og hér kemur skemmtileg mannsfórn. Þannig að þetta er svona afbrigði sem svartu þarf að kunna alltaf tefla. Og svartu færa þessi gott spil sko. Ég er ekki vissum allir sem er hvít átti sig á því sko. Nú riddari B3, hrókering. Við erum með huga við F5, dróning E8, dróning H5. Náttúrulega allt opið fyrir hvítakongin. Hvað var að segja? D5, riddari B4, biskop B1, F5, A3, búm, dróning E8. Og hann drepur á B4, dróning H5, biskop A3. Þetta er bara búið. Hóttum hérna skák á G4, mát, riddari F1, það er bara F4. Þetta er algjör hörmung. Þetta er fljótt að koma sko. Og E3 bara F5 hlýtur nú að vera betri tilraun. En þá held ég að dróning H5 ansækið sé nú ansi sterkt sko. Biskop E4 má náttúrulega alltaf svara með hrókutur bara F5 og það er bara tjaldið, það er hvítilið virði ekki af. Þannig að riddari bara G4, það er svona óvanlega þema og það er ekki víst að hvítur sé alveg vakandi fyrir þessum hættum hana. Nú A3 er annar leikur, kemur við fyrir riddari B4, dróning 1-8, það er 2 upprópunarmerki, D5, riddari B8 er best bara.
dróning D3, F5 og hér til dæmis opnast allt. Við erum með þessi öflugt spil hérna. Getum fara að drepa á F5, riddari D7, hrókurinn fara á F6 og biskupinn getur fara á H4 setna ef riddarinn hörvar. Riddari H2, biskup H4 hérna. Segjum riddari drepa G4, hrókur F3, stór hættuleg stað. Já, við bara hótum G3 og þetta bara, ég held að þetta sé bara tapa sko. Dróning F1 besti leikurinn en það er nú ekki auðvelt að finna þann leik held ég. Dróning C8 þá bestur hérna, hótum á C2. Hann verður að drepa á G4, þetta er eitthvað svona, getur orðið svolítið steikt stað. Dróning F3. Þetta er besti leikurinn hér, samkvæmt Super-12 og ef hann leikur dróning G2 þá drepa á F5 og svartur alltaf með þetta spil hérna sko. Hrókurinn fyrr, riddarinn fyrir á D7, hrókurinn stakt beð á D5. Já, við erum með 2 beð. Ég myndi taka held ég svart hérna sko. Dróning C8 er þessi skemmtilegu leikur. Já, skulum baka. Við vorum með D4, þá var það D3 sem er svona varfærin leikur og ég held að það sé erfitt fyrir hvítan að fá betra í því sko. Það er ekki að telja svona einhvern megin. Það er ýmsir leikir, H3. Þessi staða verður alltaf svona bara jöfn sko. Allan síst lakari á svart. Þetta er svona minnit alltaf sigilvörn, við erum með sílínuna. Og það er engin vandamál. Þannig að ég myndi segja að D3 var nú svona svolítið væminleikur, ekki metnaða mikil. Eða til svona einhvern megin, reytar E3, ok, hrókur B8 og reytar B4 og hér erum við dróning C7 og hugsanlega einhver svona D5 leiki í framtíðinni, A5, engin vandamál, nothing to worry about. Þannig að H3, það er nú svona yfirleitt alltaf leikur í spænska leiknum. Nú ef við hrókirum þá fer þetta bara í hefðbundin Chigurin. Kryddaður Chigurin er allar krydd þetta og leikur dróning C7, býðum með að hrókira. Nú segjum D3 sem er, já það er bara eins og áðan, það er alltaf rólegt sko, bara hrókiring. Sé ekki alveg hvað hvítu græður á þessu. D4 er svona meiri eðli spænska leiksins. Biskup D7, það er upphafið. Við erum sem sagt að bíða eftir að hvítu loki stöðunni með D5. Hvítur á nú aðra leiki hérna. Við gæti til svona svartur með C-línuna, riddarinn getur verið á B4 hérna. Eða E5. Dróning B7 pressar á E4. Hérna er eitthvað framhald sem er með. Og ef hann dreipur á D5 þá svartum við betra eftir biskup B4. Það er sem drottning á D5. Nú E5, þetta er E4. Dróning B6, það er hérna leppur og biskupin getur verið á C5. Eins og við sjá. Og svartur aldrei með lakara tafli þessu sko. Bakka þess, þannig að riddari D2, það er bara drepið, hrókur C8, svo riddari C6. Ok, þá er það D5 sem er svona mainline og nú byrjar kryddið, hrókur G8, takk fyrir. Þetta er nú bara einhver leikur sem ég aldrei séð áður
henni sá hann leikum daginn. Svartir allar nýtt sér það að hvíti sér búin að leika H3, svo kallar þá er talað um krók, af því að við leikum G5 og G4 þá hvítur aðeins veikari fyrir hérna á því að leika H3. Nú, það er ýmsir leikir hérna. Nú rittari D2 virkar eðlilegastur á mig, það er spurning B4, myndi að tefla svona einhvern veginn. Ég var eitthvað aðeins að skoða þetta. Og G5. Biskutur yfir H3, það er náttúrulega leppur hérna, H6. Og þetta er bara mjög spennandi stað, það er að segja hvað er að gerast í þessu. Dráum D2, valdur á B4, kannski er þetta D5. Og skákin heldur áfram. Þetta er bara svona síni dæmi. En ok, við skulum bara einbæta okkur að ritari D2, Spicy, G5, ritari F1, allt röggrétt, G4 og ritari G4. Náttúrulega ef við metum stöðuna þá erum við með G-línuna, svona einhverju möguleika þar. Ritarinn okkar á A5 er kannski svona akkillesarhællin hjá okkur, en við getum kannski farið með hann á C4. Sko að skoða hérna hugsanlegt framhald. Rittari G3. Það var hérna dráning D8 athyglisverðleikur. Eitthvað svona biskup H4 hugmyndum, en ég er með hérna mainline löngkrókun. Ég man nú ekki eftir að sé svartan hrókera langt í spænska leiknum aður. A4, B4, höldum þessu lokuðu. Það er að opna C-línuna núna, dráning A7. Þannig að síni dæmi, það getur vel verið að hvíti geti telt þetta einhvern veginn betur. Og hér er drottningin sterk, pressar á F2 og segir hrókur E2 og getur verið kongur B8 og já, það er spurning hvað er að gerast í þessu sko. Það er náttúrulega hótum að drepa á F2 hérna. Sjáum, það bara leika einhverjum random leik, þá getum við drepa á F2 og G3 og svo er þetta virkað dálítið skeri sko. Ef drottningi fer í burtu þá eigum við alltaf að rita B3, bara svona dæmi og já, bakka fjörður. Þannig að það er spurning hvítur á betri en þetta. Hann getur leikið B3 kannski valda C4-ritinn. Það er alveg athyglisvert. Hann getur telt svipa G5. Það er eftir hóku G8 að maður leikur ekki G5. Það væri náttúrulega alveg fáránlegt sko. Nú dreipið H6 hérna. G4 og hérna held ég að andstæðingun eitthvað væri nú bara elst fallin á tíma. Ég veist að nokkuð maður hafi séð þetta afbrigð, en það er vesen á F2 þetta er samt ekkert alveg ljóst. Löngkrókun hvítur ágætis rittar á F5. Ég myndi nú halda að svona eðlilegast plani væri kannski bara kongur B8 og skákin heldur bara áfram. Við erum náttúrulega tveimpöðum yfir, getur við rúni á E4 setna og þetta er bara mjög spennandi skák framöndan. En já, það er aldrei að vita ef einhverju getur nýtt sér þetta á Reykjavíkur skákmótinu. Kryddaður tíkurinn, vel spicy. Takk fyrir.